Gangnam Style sem nú eitt af vinsælasta, ekki bara á Íslandi í dag, heldur í öllum heiminum. En það eitthvað sem segir mér að þessi tónlistarmaður verði orðin svona leynigestur í Kóreu eftir 1,5 ár. Ég sé hann ekki fylgja þessu eftir með einhverju stórkostlegu lagi, en ég gef hann það að þetta myndband og lag virkilega fyndið og skemmtilegt, og fyrir ykkur sem hafa ekki séð það, þá ég held að sé búið að horfa 200 milljón sinnum á það á YouTube. Þá virkilega gaman að sjá hann tapa sér í snjóvelinu þarna inn í miðju myndbandi, og krakkin í byrjun sennilega eitt sá fyndnasti og flottasti sem ég séð. Svona krakki sem ég var til að eiga bara, láta hann dansa allan sólarhringinn. En FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan 5. daginn, og ég með sérstakan þátt í dag, kæru hlustendur. Því að ég ekki með einn fastan gestastjórnanda, heldur alltaf að fá til mín 5 til 6 góða gesti, svona, bara yfir daginn. Hér rétt og eftir kemur hann Sindri, þekktastur fyrir að vera einn af þáttastjórnundunum í Íslandi í dag. Hann kemur til mín í spjall bara eftir örskama stund. Við ætlum að fá Simma Will líka í heimsókn, og hann ætlar að segja okkur 10 hluti sjálfan sig sem að við vissum ekki. Blas Rokka eða Erpur Eyvindarsson kíkir líka í heimsókn, og það er nú alltaf mikil stemming í kringum hann. Ég veit einmitt ekki hvort ég að kalla hann Blas Rokka, Erp eða Johnny Nas, komast betur að því hér á eftir. Svo ætla Sverrir Bergman og Óli í Game TV að koma í heimsókn, enda þátturinn þeirra hefja göngu sína í kvöld. Og svo ætla rithöfundurinn og tónlistarmaðurinn og líkamsræktarfröðumurinn Egill Einarsson að kíkja hér í heimsókn. Þannig að það verður þéttur og skemmtilegu þáttur, þrátt fyrir að ég sé ég er samt ekkert einn, ef að út í það er farið. Ég verð með hellingafólki hérna með mér í dag, og hvet ykkur til að hlusta. Þetta verður stemming og fjör. Sindri er einmitt að labba hérna inn hurðina, þannig ég ætla að fá eitt skemmtilegt lag hér með Cheryl Cole áður við byrjum þessa veislu. Ég veit ekki hvort þetta lag sé jafn flott og hún er falleg. Ef svo væri, þá væri þetta sennilega besta lag í heimi, en það heitir Under the Sun. Jó, ég hef heyrt það. Þetta er svona allt í lagi. Til að byrja daginn á þessu. Ég ætla ekki að draga úr laginu. Þetta er fyrsta lag þáttarins. Tjekkum á þessu. Með lagið Under the Sun. Hún ágættu sönguna hér á ferð, stóð sér vel í X-Factor á sínum tíma í Bretlandi, og er bara fínasta sjónvarpskona. En hann er mættur hérna til minni í stúdíóið, góðu vinur minn og heitir Sindri, vertu velkominn. Já, þakka þér fyrir. Þú sagðir einmitt hérna áðan að ég væri að labba inn, ég satt hérna allan tíman, sko. Já, þetta er heimur útvarpsins, sko. Þá byrja ég að tísa þáttinn og segja svo, hann er mættur, best að drífa sig í lag. Ég klúðraði þessu fyrir þér. Já, þetta var óþorri hér, ég viðurkenna. En sko, maður þekki þig undir Sindri Ísland í dag. Það guður að rétt. Ég held að þú sést oft kallaður, gengur eiginlega bara undir því nafnið, ekki? Ég held ekki. Nei, svona, ef ég myndi segja, hann er mættur til mér hann Sindri. Jú, nei, það myndi enginn. Hann myndi enginn kveikja. Ekki, nei. Samt er ekki það margir Sindrar í sviðsljósinu. Það er alveg rétt hér. Ég bara veit ekki neitt. Það er ekki eitthvað annan? Nei. Ekki í sviðsljósinu. Nei, nákvæmlega. Þannig að Sindri ætti að vera nóg að fara að stabilisera það betur. Að hafa þetta, ég er bara Sindri. Ég þarf að skrásetja þetta vörumerki. Já, nafnið Sindri. En þú ert ekki bara með Ísland í dag þessa dagana? Nei, ég er líka með heimsókn. Það byrjaði síðasta laugardag og þá fór ég til Rudar Káradóttur, og þátturinn er mitt inn á Vísi. Já. Og svo ætlum við næsta laugardag að heimsækja hana Mörtu Maríu, Mörtu Smörtu. Já, úr MBL, hérna, Smartland. Já. Hún er þræl skemmtileg. Já. Og hún gerir alls konar fyrir okkur. Hún sýnir okkur inn í skáparna sína, og hún bjóð til búst, og hún var bara í öllu, sko. Bjóð til búst, þegiðu maður. Mér varst það geðveikt. En hvernig þættirnir, er þetta í anda innlits, útlits? Já, þetta er einhvers konar svona sambland af innliti, útliti og sjálfstæðu fólki. Já, ok. Svona einhvers staðar þarna milli. Þannig þú ert að svona spjalla við fólkið og skoða hvernig það er heima hjá. Já, en þetta er ekki, sko, ég veit langar að spyrja þess, þetta er ekki svona, hvar feist hann að landa? Guðgan í smar. Þú ert ekki að hrósa því sem er í íbúðinu, eða? Jú, líka, en samt meira svona bara, þú veist, hver er manneskjan, bara hvað hún er að gera og svoleiðis, og svona hvað hún er næra að samræma vinnu og heimili og allt það. Og svona svolítið persónulegt, sko, við förum aðeins inn á persónulegu sviðin. Já. Og svo er náttúrulega bara alltaf ógeðslega gaman að kíkja inn til fólks og fá að sjá hvernig... Já, Íslendingar hafa líka alltaf verið mjög forvitnir að sjá hvernig aðrir búa. Heldur betur. Já, en var vesen fyrir að fá fólk til að, samt ekki að vera með þættin? Vilja allir sína heimili sitt? Þetta er bara gengur furðu vel, sko. Ég fór ekki að stað nema að hafa allavega 5-6 þættir tilbúna, verða 12 talsins til jóla. Já. Gengur bara furðu vel. Ok, var einhver sem sagði nei? Já, ég er búinn að reynda að fá nei. Ég er búinn að fá 2 nei. Hverju sagði nei? Ég vil ekki segja. Jó, hættu þessu. Þetta fólk er á svartalistanum. Já, hendu þessu í loftið, hverju sagði nei? Ég vil allavega láta þetta fólk vita það að ég mun horfa á það að sofa í daginn. Ok, gef mér annan nafni. Heyrðu? Já.
Svavi 17 var ekki til. Svavi 17 var ekki til? Nei. Ok, og hver annar? Var það svo ég? Nei. Hörðu, nei, ert þú til? Var það sínum þín? Ég veit það ekki. Er það ekki? Nei. Það verður náttúrulega sko þegar við þurfum eitthvað svona hvernig á bachelor íbúð í lít út? Þetta er samt ekki bachelor íbúð sko. Er það ekki? Nei. Hvernig þá? Þetta er bara... Er konu og barn þarna? Nei. Býttu hvað okkur þurfa allir að fara út í það núna í þessum þætti? Það er eins og ég eini sem er 32 ára á Íslandi sem er ekki konu og barn. Þetta er orðið svona þú, Sóli Hólm, þetta er eina sem þið menn skjóta á. Já. Ef ég get reddað þessu og lítið þú get reddað þessu. Það er þetta hárrétt hjá þér. Þarna, þú ert að setja mig aðeins út í horn. Fyrst að þú ert komið með barn og ekki ég, þá er... Það er okkar mikið það. Já, þá er eitthvað að klikka. En ég var að sjá hérna líka... Hvað segirðu? Heimurinn eitthvað öfugsnúin. Já, þetta setur press á mig. Ég er alltaf að finna það meira og meira í kringum Simma og Jóa og Sveppa og Pétur. Allir sem voru með mér í 70 mínútum eru eigabörn. Já. Með svo hugi, ofurhugi. Hann var eignast barn. Mjög skrítið. Já. Og ég held að það sé nú bara barnaverndarmáli, eða ekki? Já, það er eins og líka, mér finnst stundum eins og þeir séu svona minna mig á hvað ég er mikill aumingi. Já, en samt ertu myndalegri en þeir. Já, þakkaði fyrir það, Sindri. Ef ég einhvern tímann heyrst. Já, þakkaði fyrir það. Ég er mjög ánægður með það komment. En ég var að lesa eitt hérna á Devaf sem ég ætlaði líka að spyrja á því. Já. Hún var valin besta sjónvarpskonan. Já. Hún Sigrún Ósk vinkonan sem er með þér í Íslandi í dag. Já. Og hér stendur klár, hlý og trúverðug. Allt rétt. En af hverju ekki þú? Jú, ég er í... Ertu öfundsjúkur? 13. sæti. Varst í 13. sæti? Já. Og hún í fyrsta? Ég er nú bara gladur að komast inn á lista. Ég hef aldrei komast inn á nettlista. Ert þú auddinn í ykkar sambandi? Það gæti verið. Já, þetta er svo Sveppi hefur valið sjónvarpsmaður ársins og svona. Ég tek alveg undir þetta og hún á þetta svo sannarlega skilið. Og það er náttúrulega sem fólk sér ekki hvað hún er illa lyktandi. Þú veist, það sést ekkert í gegnum sjónvarp. Nei, það hjálpar þessu Þetta er allt hárrétt, ég veit hún er að hlusta. Já, það er svitalyktir sem fólk veit ekki að. Já, en hún nær að fela hana ótrúlega vel með því að standa. Hún gerir sér grein fyrir þessu, hún heldur sér frá fólk alltaf. Já, það var það sem kom mér mest óvart þegar ég kynntist henni fyrst. Það var að því hún virkar svo, hún virkar eins og sé rosalega góð lykt að henni. En svo kemst maður að öðru. Þetta má ekki. Nefna manni finnir súpulykt góð. Sigrún, ef þú ert að hlusta, ég byrst aðsakuna þessu. Þetta er Sindri sem er að ljúga þessu hérna í landan. Sigrún er fullkomin. Já, það er það máli. Elskar hana mjög mikið, hún á þetta svo sannarlega skilið. Já. Og hún er einmitt febrúar stað með alveg dunduþætti sem munu láta okkur öll hinn líta út ógeðsleitla. Já, hún er að byrja með nýja þætti líka. Já, neyðalínan. Manstu eftir 911? Já, verður hún þá svona, ég þarf endur að fá hana yfir spjall. Hún er William Shatner, ekki bara sko, hún er þannig útlit og allt. Sjá hana lappa svona fram hjá sjúkrabílum. Það var á þessum örlagaríka degi þar sem að ristavélinn festist hjá ungum einstaklingi hér í Grafarvogi. Hvað segirðu? Kom reykur? Festist hver? Ég veit ekki, bara festist niðri. Ég lenti einu sinni í því, þá kom slökkvilið. 3 ára rúlingur. Á Sauðárkróki? Nei, það var í Iðufellinu. Þegar ég bjóði í Breiðholtinu, þá voru að rista brauð og það festist niðri. Það kom geðveikur reykur og allt í gang. All right. Já, það var mikið vesen. Áttu fleiri svona góða sögur? Já, þú verður bara að horfa á þáttinu á Sigrúnu 112, þá sér þetta. Við höfum að fara hér í næsta lag með í Hönnu og svo ætla ég að fá þig, Sindri, til að hjálpa mér með slúðrið. Takk fyrir það. Þetta er til í það. 9.5 og já, sérstakur þáttur í dag þar sem að ég er einn en ekki einn. Það verða hér hellingur af gestastjórnendum. Hann situr hérna beint á móti mér, hann Sindri, og svo kemur Sigmar Vilhjálmsson í heimsókn og segir okkur 10 hluti sem við vissum ekki um hann. Hann kemur líka hann Erpur Eyvindarsson, Egill Einarsson, Sverrir og Óli í Game TV og fleiri. Strákunarnir í dönsk ætlaðu að kíkja en ég er bara ekki búin að heyra í þeim aftur í dag, þannig að ég ætla ekki að lofa að þeir mæti, en væri virkilega gaman ef þeir myndi láta sjá sig. En Sindri, segðu mér ertu svona slúður drottning? Heyrði, örugglega bara eins og næsti maður, ekkert brjálaður. Nei. Þú leitar ekkert upp í slúður en... Nei, en svona, þú veist samt allt sem er að gerast, eða ekki? Örugglega. Ég er ekkert bara að segja þetta því þú ert samkynniður, en svona, þú fylgist alveg með þetta, ekki? Heyrðu, og reyndar svona af því að það bara goes with the territory, get ég alveg viðurkennt það að það er tvennt sem ég get alveg sko fest yfir bara til að pirra mig upp neginn. Já, ég skil þig. Það er að sama eins og með Kardashian fjölskylduna. Já, ég ætlaði einmitt að segja þetta. Já, ég get dotti í það. Já, ég reyndar ekki dotti í það líka, en það tengist ekkert slúðri, en ég með Kardashian fjölskylduna, ég horfi á hana til að pirra mig. Ég líka. Og það er bara skömm að segja frá því. Ég hef skömm að segja frá því. En þær stöllur eru ekki í slúðrun hjá mér í dag. Nei. Ég ætla að byrja að slúðra á Lindsay Lohan. Ertu aðdáandi hennar? Nei. Ég er búin að fjalla mikið um hana hérna í slúðrun upp á síðkastið og því miður er það eiginlega alltaf leiðilega fréttir. Ábærslega klassi yfir þessari stelpu.
Það var það nafnilega. Hún var svona rauðærð og efnileg leikkona og... Hún var 10 ára vann sætur og eitthvað svona. Já, svo tók hún eiginlega Turn to Negative Town. Heldur betur. Eftir að hún litaði hára á sér ljóst og misti 20 kíló, þá hefur hún bara ekki séð til sólar, sko. Nei, svo er hún náttúrulega held ég komin af rusli. Getur það verið? Já, skemmtilegt hvernig þú tekur til orða. En foreldrar hennar eru... Já, ekki til bestu. Mamminar ætlaði að vera með raunveruleika þátt á E-Channel, þar sem hún væri að djamma með dæturinn sínum, önnur 17 ára og hinn 24 ára. En það var hætt við þann þátt á síðustu stundu sem betur fyrr og ég held að mamminar sé nett athyglisjúk og... Já, þau eru nefnilega, þau þrífast einhvern veginn á, sko, fyrirverandi velgengnin dótturinnar. Já, jú, þetta dettur sem genn hjá mörgum barnastjörnum, sko. Já, foreldrarnir vilja, they want in on it. Já, mamma þín, einmitt. Já, mamma, hún er búin að tróða sér hérna í FN blöð, alltaf að biðja um að hringi í sig. Er hún ennþá á lausu? Já. Þú varst alltaf að reyna að koma út í einhverjum þættinum. Já, svo baðum að hætta því svona undir 4 augum á einu spilagöldunni á systir minni, þá sagði hún hérna, það er eitt að ég skulle vera að svara ykkur hérna inn á milli, en hættu nú að ræða hérna ástarlífið mitt, þannig að ég er búin að gera henni það greiða, ég er hættur að ræða það. Hættu, þú varst að tala um það? Já, ef það er einhver fjallmyndalögu maður hérna á fertugsaldri, þá er Hafdís Sveinsdóttir eins og allra fallegast á markanum að ég held, en það er ekki það sem ég ætla að lesa hér upp í slúðrunu, ég ætla að segja ykkur frá Lindsay Lohan, því að ég fjallaði um það í gær að hún hefði stungið af, hún keyrði á og stakk af í New York og gerðist það rétt eftir hádegi í fyrradag, nema það nú við það kom í ljós að hún var undir áhrifum áfengis, sem er virkilega huggulegt þar sem að þetta var svona rétt eftir hádegi og svona lýsir hennar miðvikudegi og hann segir það hérna maðurinn sem hún keyrði á að hann hefði fundið gríðarlega áfengislykt af henni og ástæðan fyrir að hún stakk af var að því að hún vildi ekki að löggan myndi láta hana blása og þetta er slæmt, þetta er náttúrulega hans orð gegn hennar. Það var góð og gild ástæði fyrir því hún stakk af, sko. Já, þetta er sko, en svo stendur hérna í slúðrinu og þá hafði hún í rauninni enga ástæði til að stinga af því að hún var ekki á neinni ferð, hún keyrði semst á mannin og var að fara að leggja en hætti við og brunaði í burtu. Maðurinn datt samt og eitthvað, sko. Þetta er leiðilegt, en gaman að hún skulle vera að skemmta sér á miðvikudegi, hún Lindsay. Svo er það munur. Já, fílugum, sjá þetta líf. Þetta er æðislegt. Svo er það Shakira, hún er ólétt, þessi gullfallega söngkona og það er einmitt fótboltamaðurinn Gerard Piqué sem er að, eignast barn með Shakiru og hún er komin 3 mánuða leið og er gríðarlega hamingjusöm. Gaman að segja frá því að ég fara á tónleika með henni, Shakiru. Já, hvar var það? Það var í London, ég og Sveppi, þrjú hann í 70 mínútum og þar frétti Sveppi mitt að hann var að vera faðir í fyrsta sinn. Nú? Já, Íris lét hans heyra það konunars. Þá voru við eitthvað úti og hún heyrði hvað var gamli í honum og tjáði hann það að hann var að vera faðir þegar hann var á Shakiru tónleikum. Ég satt bara í sætinu og svo kom Sveppi bara, heyrðu þetta og nú skrítið síntal. Ég nú hvað, eitthvað vesen? Nei, ekkert vesen, ég er að vera pabbi. Það var mjög skemmtilegt og absúrt augnablik á Shakiru tónleikum. En nú er hún að vera mamma. Svona gerist þetta. Og henni innilega til hamingjum. Já, frábært. Skemmtilegt fyrir hana, allir eignast börn. Svo er það næsta slúður, já, nema ég. Svo er það Clint Eastwood, hann var spurður núna í viðtali hvort að hann væri að fara að leika í Expendables 3. Já. Þar sem hann er svona grjótharður. Mér á það. Já, hann er samt, þú veist, hann er kannski ekki harður í dag, en hann er náttúrulega eitt svo allra harðasti svona í gegnum tíðina. Og hann svaraði að hann hefði lítinn áhuga að leika í Expendables 3, en það væri kannski hægt að plata hann í að leikstýrinni. Og það ég held að það var alltaf leið, hann er náttúrulega dungtur leikstjóri. Já, já. Ertu fílaður Expendables? Heyrðu, ég er ekki múin að sjá hana. Ekki hvorki 1 né 2? Nei. Ok. Lélegt. Já, frekar. Er þetta ekki þína myndir? Heyrðu, jú, ég get alveg haft gaman að þessu. Já. En mína myndir, það er James Bond. Já, ertu Bond-aðdáandi? Alla leið. Já, búin að sjá alla myndirnar? Á allar. Hver er uppáhalds Bondiðinn? Heyrðu, það er, sko, já, ég held að það sé núverandi, sko. Er það Daniel Craig? Daniel Craig er eiginlega, ég held nefnilega, ég var ekki ánæður, sko, þegar hann var valinn. Ég vildi fá Clive Owen. Já. Ég var alveg sem að hann erði brilliant Bond, en þessi er bara bestur af þeim öllum finnst mér. Já, hann er grjótharður. Hann er alveg grjótharður. Það eina sem pirrar mig við Bondmyndirnar er að sko með tímanum hafa konurnar orðið, sko, þær eru orðnar svo sjálfbjarga og vel menntaðar. Það eiga bara að vera einhvern veginn. Allir að villisvar og vera bara honum, bara háðar honum. Já, þetta er orðnar svona kjarneldisfræðingar og... Já. Þetta er bara, þú veist, það var bara að halda í þessa klassík. Hver er versti Bondinn? Mér finnst engin vondur. Nei, engin sem að buggaði þig svona. Ég er bara ánægð með þetta allt. Svo ætla ég enda slúðupakkan hér á Taylor Hicks, veistu hver það er? Já. Hver er það? Þarna country-stelpan. Nei,
Taylor Hicks er... Nei, já, Idol-strákurinn, Það er rétt. The Underdog. Og bjargaðir hérna fyrir hotn. Taylor Hicks... Hvað var ég að tala um? Ég var að tala um Taylor Swift. Já, Taylor Swift, ekki alveg sama manneskjan, en Taylor Hicks, hann manni mitt American Idol, eða 50 seríun American Idol. Já. Og hann var að skrifa núna undir eins árs framleggingu á samning sínum í Vegas. Og mun hann halda áfram að syngja þar fyrir gesti og gangandi. Og hann segir hér í viðtali, hann sé gríðarlega ánægður með nýja samningin. Hann mun tróða upp á Caesars hótelinu fyrir ykkur sem hafi áhuga og eru á leiðin til Vegas. Hann var ekkert rosa skemmtilegur. Já, hann var svona pínu ofvirkur og eitthvað og, jú, hann var ágætur greið. Já, ég meina það, hann var mjög fín. Ég fíla hann á sínum tíma, en þetta er einhvern veginn, þegar þú ert komin til Vegas bara, það ferillinn hans hefur ekkert blómstra. Nei, þráttur að vinna Idol. Og þá hefur verið í Vegas, eða ekki? Fyrir Celine Dion þar. Já, hún er reyndar hætt núna, en ég held að hún hafi verið aðeins hærri launum hérna á sínum tíma heldur en... Hvað þið veistu? Já, ég fylgist vel með slúðri, sko. Heldur betur. Er það slúðri eða er það Vegas sem ég fylgist vel með? Það er kannski spurningin. Hvað er það þar sem heitlaði þetta? Það er bara hlýtt og gott veður. En ég er að fara að missa þig, eða ekki? Jú, það passar. Þú ætlar að fara í leikskólann að ná í hana. Já, fara að ná í Litlu prinsessuna. Heldur betur. Virkilega gaman að fá þig í heimsókn. Hvað segirðu? Jú, ég er barnlaus, takk fyrir það. Ég er reyndar að hitta barnið, það er annar mál. Nei, þátturinn er á laugardaginn. Hann er sem sagt annar þáttur er á laugardag. Já, og það er Marta. Marta María. Smartland. Ég lofa að hún verður skemmtileg. Hún er alveg ótrúlega skemmtileg stelpa. Klukkan byrjaði þátturinn? 18:55. 18:55. Strax að loknum fréttum Stöðvar 2 í opinni dagskrá. Læsilegt. Það er eins gott fyrir fólk að horfa, annars verður ekki. Já, hvet allar til þess að kíkja á þetta. Hér rétt handa af hotni er Sigmar Vilhjálmsson og hann ætlar að segja okkur 10 hluti sem við vissum ekki hann. Takk fyrir komuna, Sindri, og fáum hér Feel the Love með Rudimental, 50 dagur og við erum að koma okkur í gírinn. Smáralind. Komdu og skoðaðu allt það nýjasta í haust- og vetrartískunni og nældu þér í Nude Magazine í fyrsta sinn á prenti. Sjáumst, Smáralind. Hamborgarafabrikan kynnir með stolti Sigurjón Deira. Hann er kominn til að sjá og sigra. 120 gramma hágæða ungnautaborgari með sætu beikoni, brúnni piparsósu, brættum bríóosti, hvítlauksristuðum sveppum og karamelliseruðum rauðlauk. Takið af ykkur skóna hvað hann er góður. Og í fyrsta skipti á Íslandi, Astral Tertan. Tertan sem beðið hefur verið eftir í 30 ár er komin á fabrikuna. Dásamleg karamelluterta sem borin er fram kupplaga. Má bjóða þér Astral Tertu kupp. Sagðirðu kupp? Nei, ég sagði Astral Tertu kupp. Hamborgarafabrikan. Með allt á hreinu. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Það er nú meira hvað milljónirnar í lottóinu eru krútlegar. Lottobáturinn stendur í 26 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Alþingi hóf störf þriðjudaginn 11. september og Spaugstofan snýr aftur laugardaginn 22. september. Tryggður áskrift, Stöð 2. Skemmtilegri. Bye. Það er SS sem færir þér Spaugstofana á Stöð 2. Bú Avenue, þar sem undirvataskúfan þín fær nýtt líf. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það er hárrétt Jóni, þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö og hér rétt handa af hotni er Sigmar Vilhjálmsson. Hann ætlar að koma hérna og segja okkur 10 hluti sem að við, vitum ekki hann. Allavega, ég ætti nú að vita eitthvað í, en vona hann sé með fjölbreyttan og skemmtilegan lista. Hann er líka á leiðinni til okkar, hann Erpur Eyvindarsson og Egill Einarsson, Sverrir og fleiri. Þannig að það er hellingur að vera hér hjá okkur í FM 95 Blö í dag. Þó að ég siti einn í stúdíónu eins og er. Það er alltaf svona skrítin tilfinning. Ég held að það hef gerst einu sinni áður. En ég ætla að spila fyrir ykkur núna símtal sem ég tók upp í dag. Ég fekk að mínum að til brilljant hugmynd sem að tengdist Gulla Markverði sem er mitt landsliðsmarkverður okkar Íslendinga og fyrirliði FH og ætla að reyna að dobla hann í svona skemmt
skemmtilegt símtal í þættinum í dag sem ég hefði nú tekið eftir klukkan 5 og hann tók nú ekkert allt of vel í þetta en við skulum bara heyra símtalið sem að, ég hringdi fyrir í dag. Já. Er það Gunnleifur Gunnleifsson, landsliðsmarkvörður og fyrirliði Íslandsmeistara FH? Þetta þú. Hvað segirðu, Gáli? Ég var góð hérna þá. Herri, ég Brattur. Já. Ég var að fá eina stórkostlega hugmynd. Já. Takk fyrir. Hvað segirðu? Ertu á neikvæður áður en ég ber hann upp, eða? Alls ekki, ég er bara ekki hissa einhvern veginn. Nei, sko, ég vil enga neikvæðni frá það Gölster núna, ég er með góða hugmynd. Já. Ok, þeir eru búin að verða, þeir eru orðnir Íslandsmeistarar, ég fá. Þannig að það er engin pressa á ykkur í leiknum á eftir á móti IA. Byrjar ekki leikurinn klukkan 5? Jú. Já, ég er í beinni útsendingu frá 4 til 6. Já. Ég var til að vera fyrsti þáttastjórnandinn, eða fyrsti útvarpsþátturinn sem tekur viðtal við markmann í efstu deild í beinni útsendingu á meðan hann er að spila. Það sem ég var að spá í, getur þú ekki... Varstu bara að spá þetta í alvörinu þá? Já, ég myndi hringið, veist, ef að leikurinn byrja 5, þá hringið þið svona... Ertu eitthvað klikkaður auðvun? Ég myndi hringið þið svona 10 mínútur yfir 5, það er ekkert að gerast í leiknum þá hvort þið er. Já, ok. Já, ég verð ekkert bara sektaður, bara inn á skinni. Sektaður? Hvað, fyrir að taka síman? En þetta væri bara... Ég býði með hotni þess, ég verð að taka síman hérna. Nei, herru, ég lótar ekki klikkaður, ég hringi náttúrulega í þig og ef það er eitthvað að gerast í þar í teiknum, þá svarar ekki. Ég er ekkert að fara fram á það. En ef að F-fangar er í sól... Þú meina þetta auðvitað, það er að versta. Auðvitað er ég að meina þetta. Eru Gulli, þeir eru orðnir Íslandsmeistarar. Já, og þá bara kasta til hendinu og svari síma bara í, Jóðkall er að fara að taka eitthvað aukaspyrnu. Nei, hlustað á mig. Ég er að segja, þú tekur síma með þér, setur hann við stöngina og svo þegar þið eru í sókn, ekkert að gerast, þá svararu. Ég hringi svona 5 sinnum. Ég er ekkert að tala um að ég er í sókn. Já, ég veit, það gengur auðvitað, þetta verður bara fínt. Heimir segir bara já og það verður allir góð að gera með þetta. Markmaðurinn og kapteinn bara í símanum að við erum í sókn og... Já, það er grjóthart. Segir svo hingraði við náum að skora eitthvað því að fagna markinu. Þú getur sagt mér hvað að gerast í leiknum? Ég verð ekki til greina auðvun og ég veit þú ert að meina þetta. Auðvitað er ég að meina þetta, það kemur ekki til greina. Gulli, þeir eru orðnir Íslandsmeistarar. Give me a break. Já, það passar. Ok, þannig að, hvað heldur þið, tapir leiknum þó þú tekir Það verður að standa sig og vera fyrirmynd og gera þetta eins og maður. Ég er ekki að tala um 10 mínútna viðtal, Gölster. Ég veit auðvun, ég er ekki að fara að hafa síma minn í hotninu á markinu. Ok, bakvið markið. Ekki sér. Skotinn maður. Ok, segðu mér, ég er samt ekki tjóka, er þetta bara ekki glæta? Það er bara ekki fræðilegur, næstræði samt. Eru þeir sektaðir það? Ég. Veistu hvað þetta færi? Bönnum minn fengið sér að borða bara næstu mánuðina. Veistu hvað þetta er grjóthart? Fólk í stúkunni sá bara, við hvernig er Gulli eiginlega að tala? Þú átt í beinni á FM 9 fyrir blöð. Ég ringi það eftir. Hafðu síman bara inn í hanskanum. Það væri líka gott. Já, það er mjög svo. Það er snöggur að sækja hann. Hanskoti, ég held þetta væri séns. Það er bara þvert nei auðvun. Já, hanskoti. Mér finnst þetta góð hugmynd. Já, frábær hugmynd. Ég held þetta að orðið í fyrsta sinn í sögunni sem einhver bara markmaður í efstu deild var í beinni útsendingu í útvarpssviðtali. Já, ég bát mig að trúa að þetta hefði gert það. En ok, getur þú komið sem gestur á morgun? Og ræða bara Íslandsmeistaratitilinn og eitthvað? Já, fæði þá bara vera í vennilegum fötum og ekki vera að spila eða eitthvað þessum. Já, bara koma sem gestur. Já, ok. Til í það? Þú voru ekkert sektað fyrir það og menn fara að grenja þarna? Því líka. Nei, það sleppur. Já, ok. Jöfullin, ég hef verið til í þetta. En verður samt, ég ringi þig ef þú skildir ákveða síðustund að taka síma með þér. Já, tjekka á mér hvort að ég tekið það með. Þetta er gaman, hugsa þetta. Ok, bye. From Peru to Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls real wild, throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. And you don't really wanna let the chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Simply cause I am on fire. I hate to have to count
cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie. Feel your space and forget your face, I swear I will. Same part, same bullet, anywhere I cheer. Just bring with me. Sigur pappin Justin Timberlake hér með lagið My Love. Langt sem við fengið nýtt efni frá þessum tappa, en vonandi styttist í næstu plötu hjá honum. Hann að leika mikið þessa dagana. Það styttist í að Erpur Eyvindarsson eða Blas Rokka mæti hér í stúdíóið. Sigmar Vilhjálmsson á leiðinni með 10 hluti sem við vissum ekki hann, en hingað sestu beint á móti mér einn sá allra svalasti og harðasti í bransanum. Hann heitir Björn Jörundur, vertu velkominn. Heill og sæll. Hvernig ertu? Ég alveg stórfín. Það ekki? Jú, ég var að vakna. Já, enda klukkan ekki að verða nema 5. Ertu á nætuvöktum með hann? Já, það má segja það. Við erum að æfa all kvöld núna. Já, ok. Það hellingur að vera hjá ykkur í Nýdönsk. Já. Hvað er svona, þið ammalið ekki satt? Sko, hljómsveitin var stofnuð fyrir 25 árum. Já. Það er engin... eðlilega, er engin dagur, sko. Nei. Engin fæðingadagur. Nei, sem þetta byrjaði. Nei, og það er ekki til neitt, sko, neinn plögg það, klukkan hvað og hvar og hvenar, en jú, hvar. Við vorum við æfðum til að byrja með í MH og svo, miðum við þetta þegar við vorum farin að halda tónleika mjög stíft undir þessu nafni, þessi hópur, eða reyndar ekki alveg þessi hópur. Og það er að vori, þannig að í vor sem leið einhvern tímann hefði verið ammælið. 25 ára ammæli? Já. Er þetta bara fljótt að líða? Mér finnst þetta bara fyndið, sko, að þetta sé orðin 25 ár. Já. Ég get ekki sagt að ég hef orðið var við það. Nei. til dæmis hvað þetta er eitthvað langur tími, og þá erum við með okkur aðstofar í svona röddum og spilar aðeins og gítar með okkur og er að syngja fram á nótt. Hann Unnsteinn úr Retro Steffsson. Já. Og það er svona, við erum með nokkra gesti á tónleikunum. Ok. Til þess að bara svona fá nýja vingil á þetta og glæða þetta meira lífi. Já. En Unnsteinn í Retro Steffsson, hann er 22 ára. Já. Hann er yngri en hljómsveitin. Já, það er þá sér maður, sko, hvað þetta er langur tími. Já, ég er ekki 25 ára, en ég veit nákvæmlega hvað þú ert að tala um. Þegar ég hitti einhvern nýr í bæ sem að horfði á mig drekka ógeistri þegar hann var 7 ára. Það er einhvern veginn, þá fær maður svona, já, alveg rétt, ég er að verða eldgamall. Já, einmitt. Og svona, fær maður smá reality check. Og haga sér alltaf eins. Já, það breytist ekkert. Nei, ég er svona líka, þetta er svona ákveðin þetta er kannski ekki greindaskerðing, en þetta er þroskahefting. Já. Við erum þroskaheftir. Ég svei mig þá, ég held að sé ekki þetta neita því. Nei. En er þetta alltaf gaman? Já. Þetta var, já, en þetta breytist. Já. Þetta breytist mikið. Þegar við vorum að byrja, þá var æft á hverju kvöldi alla virkadaga, klukkan 8, algjörlega án undantekningar. Ok. Og þannig var það bara í nokkur ár. Já. Hvað eru þið búin að vera lengi að spila þegar þið svona meikið eins og má kannski orða það hér á Íslandi? Já, þá höfðum við verið að spila í kannski 2 ár. Já. Og berjast við að komast að. Síðan komumst við að og slóum í gegn eða þannig. Hvað var svona vinsælasta hljómsveitin á þessum tíma þegar þið eru að slá í gegn sjálfir? Á Íslandi voru réðu lögum og lofum stuðmenn. Já. Þeir bara áttu þetta. Áttu markaðin bara? Já. Og Greifarnir unnu músiktilraunir árið áður eitthvað svoleiðis. Þið voru ekki í músiktilraunum með það? Nei. Það var alveg, það þótti svo hallærislegt. Já, ok. Við vildum sko gera þetta allt á eigin forsendum. Já. Því að við töldum að ef maður fær í músiktilraunir að þá væri maður svona einhvern veginn að stökkva fram fyrir í röðinni. Það svona ædolið í sinni tíma kannski? Já. En annað líka sem að ég hef nú aldrei sagt eða talað en ég held að það hafi líka verið ótti minn við það sko ef við myndum ekki vinna músiktilraunir. Já, ég skil þig. Taka þátt og vinna ekki og það er því erfiður biti að kyngja. Já. Þannig að við tókum aldrei þátt í því. En við sem sagt þarna fyrst þá var æft á hverju kvöldi alveg í einhvern heilanga tíma og einhver ár og
Svo komumst við loksins að og þá var byrjað að spila alveg grimt og það var spilað eins mikið og mögulegt var út allt. Og þannig gekk þetta í áraraðir. Alveg fram til svona ársins 1995-6. Og þá hættum við því og höfum bara spilað miklu minna síðan alltaf. Já. Fenguð þið leiðið það? Nei, bara þetta breyttist allt. Já. En þetta svona eins og allar hljómsveitir segja og skemmtikræftir? Þetta svona hjónaband? Hnakk rífisti og fljótur að sætast? Já, við erum búinir með það allt. Við erum alveg hættir að rífast. Já, ok. Við erum löngu konur yfir það. Já. Nú þetta bara allt rætt svona yfirvegu og rólegheitum. Fullóttir menn. Kunnum allir svo vel á hvort annan. Þetta náttúrulega nákvæmlega svo hjónaband hvað það var þar. Já. Við kunnum svo vel á hvort annan að við vitum alveg að það þýðir ekkert að ræða ákveðna hluti og þá bara unnið í kringu þá. Já, nákvæmlega. En hvað áttu þér eitthvað uppáhaldslag sjálfur á þessum 25 árum? Eitthvað svona lag sem þú meira stoltur af en önnur? Nei, Ekkert eitthvað svona? Þetta svo mörg lög, sko. Já. Ég get ekki sagt það. Það auðvitað maður alltaf rosalega þykir manni vænt kannski Hólmfríði sem að varð okkar stökkpallur svona inn í tilveru annarra í landinu. Já, það svona fyrsta lagið sem slæri gegn. Já. En það nú ekkert sérstakt svona kannski neitt, það ekkert besta lagið eða neitt svoleiðis, langt í frá. Nei. Kannski eitt versta lagið, frekar. En síðan náttúrulega þessi lög sem hafa verið að koma svona síðustu árin eru svona kannski mörg hver flottari lagasmíðar, sko. Já. En þetta er svo skrítið þegar maður unglingur og ungur svona fram að 30 eða eitthvað. Þá dælir maður bara út lögun. Alveg léttara þá, eða? Já, það léttara, svona fram til 26-7. Já. Af því að maður einhvern veginn svo kaldur, maður lætur allt vaða. Já, ég skil þig. Svo í dag þá sit ég alveg yfir hverju einasta lagi og hverju einasta texta. Vandaði meira kannski, eða? Já, og aldrei ánæði með neitt og finnst ég vera búin að nota, maður alltaf búin að semja svo mörg lög, maður búin að nota svo margar hugmyndir. Já. Og þetta spurning að reyna að endurtaka sig ekki eða endurtaka sig þannig að Fattu ekki? Nei, bara að það sé sko einhver nýr vinkill í því, að sé eitthvað gaman af því. Já. En það náttúrulega erfitt að koma alltaf með eitthvað nýtt. Það hægir á framleiðslunni, mjög. Ég skilur. Við ætlum að setja hér á eitt lag með þessari stórkostlu hljómsveit og svo ætla að henda þér í hraðaspurningabjössi áður ég sleppi þér. Þannig að þú ert ekki laus alveg. Hér frá Nýdönsk og Horfið til himins. Það verður væntanlega að spila í okkur helgina, Bjössi. Já. Og ég get nú sagt þér það að í bakgröndunum þarna það eru reyndar enskar stelpur sem syngja þetta á trakkinu í upptökunni og þær gátt aldrei lært sérhljóðana sérhljóðana sem sagt en það gáttu bara lært sérhljóðana fyrir ekki það gátt aldrei tekið sko R-N-T eins og við syngjum þetta þannig að þær sungu bara og svo syngjum við sko þannig að þetta virkaði fínt en á tónleikunum munu vera á sviðinu þegar þetta flutt, þetta nú svona í lokin þá verður Urður í Guðsguðs Sigga í Hjaltalín Unnsteinn í Retto Stefson KK Það ekkert annað. Og við allir. Það bara landsliðið maður. Í þessum kór. Já, vel gert. Þannig að þetta mun sounda mjög, við vorum að æfa þetta með þeim í gær. Þetta soundar frábælega. Já, þetta helgina, það nú ekkert hægt að plugga þessu, ekki uppselt? Jú, að öllu jöfnu hefðu við verið að segja frá tónleikunum núna. Já, og gefa miða kannski, það bara ekki hægt. Men nú vandamálið það, að það ekki til miða. Nei, það vesen. Það samt jákvætt vesen fyrir ykkur hljómsveituna. Já, svona leiðilegt að fólk farið að hringi mann í öngum sínum. Sveppi búinn að hringja? Nei, hann endur á Flórida, annars verður búinn að fá SMS frá honum. Já. Það alveg pottið. En þið endur að spila í Hofi líka? Já, svo sama prógramið í Hofi. Á Akureyri? Á Akureyri, á laugardaginn eftir viku. 20.9. Já, og það ennþá til einhverju nokkru miðar á það, ekki? Ég held að það séu til einhverju 40 miðar. Já, hvet fólk til að vera sér út miða þar því að þetta verður veistla, ég get lofað eitthvað því. En áður í sleppið, Bjössi, að þá ætla ég að henda þér í hraðaspurningar. Og þetta mjög einfalt. Þú getur ekki svara vitlaust, þú getur ekki svara rétt, þú ert bara að hreinsa hugan. Þú ert nú nývaknaður, þannig að þú ættir ekki að vera í vesenu með það.
og já, bara svara það fyrsta sem þetta eftir í hug. Ertu tilbúin? Þetta margar spurningar? Já, eru nokkrar. Ertu kláður? En þetta ekkert eitthvað, þetta bara allt þig. Á ég verið fljótur og ég geta svara? Já, bara segja mér það fyrsta sem kemur í hugan. Þá verður þetta skemmtilegra. Okay. Ertu tilbúin? Já. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Sódóma. Besta hljómsveit allra tíma. Nýdönsk. Besti skyndibitinn. Hvað kom í hugan? Ég veit það ekki maður. Þetta ekki skyndibittur? Nei. Æja, hvað kveikir í þér? Konur. Uppáhalds leikari? Ingvar Sigurs. Hefurðu lent í slagsmálum? Já. Besta liðið í ensku? Liverpool. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Brottgoltur. Besta nammið? Súkkulaði. Fallegasta kona heims? Mamma. Hvað tekur í bekkpressu? Ekkert. Ertu sparsamur? Nei. Hver var síðasta alvöru vinnaðinn? Leikari. Er mikið reyndið á dæminu? Nei. Ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú hitta? Bútrós Gali. Hvernig fórstu síðast í jakkaföt? Í gær. Hver er uppáhalds sjónvarpsþátturinn? Fréttir. Hvaða íþrótt æfðirðu síðast? Siglingar. Ok, þá er þetta komið. Komst nú bara ágætlega frá þessu. Þú varst snöggur að svara sódóma og nýdönsk. Það er fyrsta sem gefur upp í hugan hér. Ertu púlari? Nei, ég bjó í Liverpool í 3 ár. Ég var í skóla, ég fór í leiklistaskóla, ég bjó í Liverpool. Ok. Og, nei, ég er alveg jafn mikill Everton maður og púlari. Ég held bara bæði með Everton og Liverpool. Já, menn fylgjast eitthvað með boltan? Svona, í gegnum félaga mína, það eru svo margir svo heldteknir að þessu. Já, það er svona. Ég næ því ekki þegar að vinir mínir og aðrir er að tala um hvernig þeim gekk. Okkur gekk ekki vel. Við vorum að selja mann og þeir eru bara, það er bara eins og við séu stjórn liðsins. Já, ég er þetta hluta þess að gera svo líkum, sko. Já. Og þeir lifa þetta svo óbóðslega. Þetta er svo sterk upplifun hjá þeim og ég næ ekki þessari tengingu við þetta. Nei. En ég hef búið gaman að því að horfa á góðan fótboltaleik og sérstaklega með þessum mönnum. Af því að þá get ég strýtt þeim svo mikið. Já, eru mikið að púlurum í kringu þið eða? Nei, þeir eru náttúrulega flestir, þetta er náttúrulega mest Man U og svo eru Arsenal, það eru tveir alveg forfallnir Arsenal menn í mínum vinahópi. Æsku vinur minn Tóti sem að ég á trilluna með, hann er Arsenal maður og svo er hann Datti, Kjartan Guðjóns leikari. Hann er brjálaður Arsenal. Hann er mikill Arsenal maður. Þossi, æsku félagi minn, Þossi á X-inu eins og hann er þekktur. Já, Rás 2 núna. Er reyndar Rás 2 núna. Já. Hann er Man U, sko. Já. Og þetta er svona bara út allt að það? Já, svo sýsti mín á mann frá Liverpool, hann er harður Everton maður. En þú segir uppáhalds leikari, það segir Ingvar þú er nú leikið á móti honum. Já. Og fannstu þá fyrir því hversu virkilega góð leikari hann er? Hann er æðislegur leikari, hann er, ég átti náttúrulega að segja Kjartan Guðjónsson. Já, nú er þetta Datti brjálaður. Já, sko málið er það að mér datt, ég veit ekki okkur, mér datt bara í hug. Síminn að hringja? Já, þetta er ábyggilega Datti. Nei, þetta er Danni, býta aðeins. Danni, ég er að klára viðtal við Auðablöð. Já, þetta er allt einn útsendingu. Eftir augnablík. Daniel Ágúst í nýdönsk. Hann hefur greinlega verið að hringja í Bjósa hérna klukkan 5. Hann hefur treyst að vera vaknaður núna. Já, hann hringdi í hádeginu og ég ætlaði að hringja tilbaka. Svo fór ég með blöðin upp í rúm og að lesa og steinsofnaði. Ok. Já, Datti, hann verður brjálaður þegar þú segir ekki hann. Ég ætla að breyta. Já, og Datti sé upp á sleikari. Já, bara alltaf þegar sko málið er að Ingvar er búinn að vera svo mikið. Í minni tíð er Ingvar alltaf búinn að vera svo mikið. Já. Hann er alltaf fyrsta andlitið sem ég sé þegar það talaði leikara. Já. Þetta er virkilega góð leikari. Skilur það ekki alveg? Jó, ég næði því. Heldur að Datti skilji það? Já, Datti er náttúrulega með 11 skaup út í beltinu, sko. Já. Árópandasskaup. Já, og það er ekki hægt að framleiða sjónvarpsefni nema hann leiki í. En sjáum við þig eitthvað leika á næstunni? Ég er í Gullleiðinni, sem var frumsýndur síðustu helgi, á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu og það er algjörlega frábær skemmtun. Já, hvet alla til að kíkja á það? Já, ég held að fólk ætti sko að flykkjast á Gullleiðina með krakkana sína. Ég líka að segja að það er að fá góða dóma. Já.
Ég fekk fína dóma mér sér. Já, enda frábær leikari og söngari hér að ferð. Þetta er Björn Jörundur og Bjössi, virkilega gaman að fá þig hérna sem gest. Já, takk fyrir að taka á móti mér. Og takk fyrir að mæta. Hann er hér rétt og kominn, hann Erpur Eyvindarsson. Við ætlum að spjalla aðeins við hann og svo er líka Sigmar Vilhjálmsson að fara að segja okkur 10 hluti sem við vissum ekki um hann. Bjössi, takk aftur og fáum smá muse hérna. Þetta er besta lagið á stöðunni í dag. Það er ekkert flóknara það. Madness. Muse með lagið Madness. Dýrka þetta lag. Kannski er öllum saman, veist það geðvitt. Það steytist hér í næsta gest þáttarins. Hann er ekki mættur, hann heitir Erpur Eyvindarsson og er hér rétt og kominn. Sigmar Vilhjálmsson er líka rétt og kominn, ætlar að segja okkur 10 hluti sem við vissum ekki um hann. Svo ætlar rithöfundurinn og líkamsræktarfröðumurinn Egill Einarsson að mæta hér í spjall. Það verða ekki 2 harðir, heldur er hann að koma hérna í viðtal sem rithöfundur og líkamsræktarfröðumur. Ég veit ekki alveg hvernig það eftir að ganga en þið heyrið það hér á eftir. Þannig að það er þétt dagskrá hérna hjá blöðmanninum þrátt fyrir að vera einn í stúdíunum. Þakka Bjössa kjallaða fyrir komuna, Björn Jörundur, sem virkilega skemmtilegur og áhugaverður gestur þarna á ferð. Skulum fá örstuð skilaboð og svo er það Erpur og Simmi. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélögunum í ævintýraferð fyrir bræðlaukana á Krúa Thai? Á hverjum 5. degi í morgunþættinum Magasín draugum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af thailensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magasín og Krúa Thai. Já, kæru hlustandi, þeir að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957 og hann er mættur hérna til mín fyrrum samstarfsfélagi minn Sigmar Vilhjálmsson. Já, blessaður. Sæll og blessaður, hvernig hefur það? Takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Já, mikið á mætir, ég er nú búin að byrja óttum að koma sem gestastjórnandi, þú ert bara svo busy. Já, FM 95 Blö. Já, þú er aldrei komið til mín. Nei, ég er komið núna, þetta er ekki að væla. Nei, ég er ekkert að væla, ég er bara að segja, þú veist. Ég kíkt oft á ykkur á bylgjuna og núna er þetta réttistíminn. Þetta er bara hárrétti tími núna. Já, reyndar. Ef ég komið fyrr, þá hef ég ekki komið núna. Þá hefði þetta ekki gengið. Nei, sérstaklega líka því ég er einn í dag og mjög þægilegt að eiga þið inni. Já, þarna sér. En, já, það sem Sigmar ætlar að gera fyrir okkur hér í þættinum er að hann ætlar að segja okkur frá 10 hlutum sem við vissum ekki um hann og þetta er nú ekki flókið sem ég veit að þú ert búin að vera lengi í fjölmiðlum þannig að það er ýmislegt sem fólk veit um þig. Þegar við vorum með þátt okkur einasta degi í 70 mínútum og þá, já, létum við vita nánast af öllu sem gerðist í lífi okkar. En þú segist að þú eru búin að finna einhverja 10 hluti sem að fólk ég er að klára að skrifa þá hérna núna niður sko. Ok, ég til dæmis veit um 1 hlut sem að kannski ekki allir vita að þú sleiktir eins og á með tærnar. Já, því ég held að mjög margir viti það var nú á þessum blessa DFT-diskarna í 70 mínútum eða ekki? Já, það var svona eitt af þínum stærri momentum eða ekki? Það var ekki af mínum svona, ég myndi ekki segja að ég væri stoltastur af því en ég er oft spurður út í það. Hvernig smekkaðist þetta á auða? Þetta var kósi stund sem við áttum þar, félagarnir. Eins og ég man ennþá hvað ég sagði því ég sá tærnar á þetta var svona svo hobbitafætur. Já, ég veit ekki ná. Þú ert ekki með fallega tær. Nei, þær er ógeðslegar. Fyrir margt er þetta lagt, þú ert myndalegur almennt, en tærnar á þér viðbjóður. Ég veit að það er mest í galli sennilega. Það er svona eins og ég hafi alltaf verið í allt og litlum skóm. Mamma hefði gefið mér svona, eins og ég alltaf verið í númer og litlum skóm. Þegar skaparinn skapaði þig, þá byrjaði hann svolítið að flýta sér, gleymdi að setja hársekki í alla sekkina, svo fór hann eitthvað aðeins að vanda sig, átti að segja að hann gæti nú ekki gert þér þetta, nú veist, og lagaði eitthvað, og svo svona bara var hann að missa tíman og dreif sér bara og hendi ykkur á tærnar á þér. Já, hann fór illa með mig á botni og toppi. En það er hins vegar komið að 10 hlutum sem við vissum ekki um Simma og, já, Simmi, hvað er svona fyrsti hluturinn? Herðu, ég nefndi ég er sænskur landsliðsmaður í handbolta. Ég var í sænska landsliðinu í handbolta, úrlingalandsliðinu, í 16. landsliði Svía í handbolta. Þetta vissi ég ekki eins og ný. Vissir þú þetta ekki eins og ný? Ég get svo svarað það. Í alvöru? En hvað, sænskur, þú ert íslenskur? Já, ég bjó í Svíþjóð. Já, máttur það bara vera með sænska landsliðinu? Já.
Það er nú bara þannig á Norðurlöndunum, sko, að þú ert þar, þá var ég þar. Og ég var í landsliðinu, sænska unglingalandsliðinu í handbolta. Og hvaða stöðu spilaðir? 16 og yngri. Ég var, svo merkilega nokk, var ég vinstri skytta og hægra horn. Já, ok. Það er magna. Ég einhvern veginn sé þig ekki fyrir mér í handboltasamt, sko. Ég æfði með Bengt Jóhannsson. Sérðu ekki fyrir, ég var Reykjavíkurmeistari með Val og Íslandsmeistari með IR. Já, ég sé þig fyrir mér í spjótkastið, út með vöxtin í það. Ég sé þig ekki alveg í handboltanum, nema kannski á línunni. Ég var að spila með Ragga Óskars í IR, Óla Síko, Óla Smæl og Sveppi var þá farin yfir í Víking. Þú varst góður í handbolta? Ég var góður, svo flutti ég til Íslands og bara misti áhugann og fór að æfa spjót og var svona eitthvað að reyna að dúlla með Val og IR. Og konurnar og brenniðinni náttúrulega. Ég veit ekki með það. Það er gott með fleiri. Já, herðu, ég var Austurlandsmeistari í breakdansi 11 ára og yngri og var þá 10 ára. Er þetta 10 montlistið? Nei, þú vissir þetta ekki með heldur. Nei, ég hef séð þið breyka satt. Já, ég breykaði þess að ekki væri morgundagir. Og þú kannt enn? Ég kann enn að breyka, ég get alveg tekið í sporið. Já, verst að við erum í útvarpsleiki sem horfum. Segðu hérna, ég get tekið orminn. Það er ekki oft 100 kíló að mann taka orminn. Þetta er liburt. Þetta er svona ormur with an earthquake. Ok. Herðu, nummer 3, ég er með frjókorna á hana mig. Já, það er enda margir í kringum með það. Já, en þetta gerðist í sveit. Ég frjókornaði yfir mig í sveit. Já, og ertu þá alltaf með svona bólgin augu og svona sömbrinn? Það kemur fyrir. Svo Hjöppigri, hann verður bara svo skrímsli. Ég tek ekki lyf, ég neita því. Akkur? Æ, bara, ég er á móti lyfum. Sem er annars en þú vissir ekki um mig. Ég tek aldrei lyf. Aldrei, þú út með hausverk eða? Nei. Ég tek það í ítrestu neyð. Ef að lækna sig, þú verður að taka þetta á tekið. Annars bara er bót allra að meina, það er bara að leggja sig. Já, tekur þetta hörkunni bara? Sofa. Nei, sofa bara. Ok. Svefnin lagar, sko. Það eru konið 4 hlutir. Herði, já, nummer 4. Nei, það var nummer 5. Ég er ekki stúdent, ég á 2 þýska áfanga eftir í mennskóla. Já, þannig að það var enginn þegar við stjórnum í 70 mínútum, ég, þú og Sveppi, það var enginn okkur stúdent. En það sást það kannski á dagskaragerðinni. En ég var í áfanganámi, ég er búið með 180 einingar. Þú þarft bara 140 til að vera stúdent. En ég á 2 skildafanga eftir sem er þýska áfangar. Og þetta er að klára það ekkert? Nei, ég er svona að gera það ekki. Ég veist bara svolítið cool að bara vera ekki stúdent. Já, ógeðslega cool að vera ekki stúdent. Þetta er góð skilaboð fyrir hlustendur. Ég hafði þó mikið að gera. Nei, en þú veist, fyrir suma virkaði sem suma virkaði ekki, sko. Já, reyndar. Herðu, já, nummer 6. Já. Ég vann við ræstingar, ég þreif 11 vestlarnendar á höfuðborgarsvæðinu á nóttunni. Þetta sé ég reyndar og hafði mjög gána. Hvað varstu lengi í því? Ég var, ég hef ekki verið, ég náði nöðurhörglega ekki ári samt. Það var nokkri mánuðir, langir mánuðir. Já. Þá vann ég sem sagt 2 nætur frí í 2 viðbjöður. Ég byrjaði 9 og tók 2 nótusverslanir fyrst. Það lokuði 9. Síðan keyrði ég, bara var í bíl með öðrum manni. En varstu það bara moppunni og? Já, skúringar. Við komum inn í búð, við tókum ruslið. Sópuðum alla búðina, skúruðum alla búðina og slípuðum svo dúkið svo þannig í glansandi. Hvað varstu lengi að taka inn á búð? Svona 45 til klukkutíma. Ok, þetta er skemmtilega. Byrjaði 9 á kvöldin og var búinn 6 á mótnana. Ok. Náða að sopna í 2 tíma, mæta svo í skólan, klára heimavinnuna, sopna aftur í svona 3-4 tíma, vakna frá æfingu og fara að vinna aftur. Það er viðbjöður. En maður á að gera svona til þess að kunna meta allt annað sem kemur í lífinu. Já. Herðu, já, nummer 7. Fyrsti bíllinn minn var Subaru Justy. Subaru, fjórhjóladriðin? Fjórhjóladriðin, 2 dyra með spoiler maður og topplúð. Hvað ertu gamall þegar þú veslaðir hann? Pappi lét mig fá hann þegar ég var 17 og 18 ára. Já, ok, þannig þú ert ekki að kaupa hann sjálfur. Og þessi Subaru Justy, þetta er ekki stór bíll. Hann bílaði aldrei. Og ég flutti allt innbúið mitt frá Egilsstöðum, ég flutti til Reykjavíkur 18 ára. Í einni ferð? Nema rúmið og hillunar, það kom með bíl. Já, það segir þessi pínu sjálft sem kemur ekki rúmið í Subaru Justy. Ég er ekki að djóka, ég lagði niður sætin og það síðast sem ég setti í bílinn var geisladiskur meðfram þakinu. Það var eins og kost. Og Þú kannski ekki tekið einn Opal-pakki viðbót? Nei. Og þannig keyrði ég með græðunar í botni. It's a final countdown. Okkur fækst þér ekki sportbíl eins og ég, Hyundai Coupe? Þetta var sportbíl. Nei, Subaru Justy, reyndar sko. Þetta grínast, ef ég var spurður á því á Glembar og stelpur það, hvernig bíl átti? Hvernig bíl? Fjórhjóladrifin rauða með topplúð og spoiler. Það er ég að segja meira. Var topplúð á þessu? Já. Jálfur? Já. Reyndar ekki rafmaks, þetta er svona spennan upp. Og svo er alltaf komið þér að bílnum og þá var svona þjóavörðin til dæla nýtt fyrirbrigði. Þá kom ég oft svona bílast að sérðan. Ég var búin að mastera hljóðið. Og þetta var flottur Subaru Justy? Svona ángríms? Reyndar var hann með spoiler, en hann var brotinn.
Það var ekki. En hann var alveg fínn í lakkinu og flott í bíl. En af hverju þarftu spoiler á Subaru Justy? Er það einhverju farti á honum? Það er sport edition, sko. Svo kynntist ég konu mín á þessum bíl. Þannig ég get með góðri samvinsku sagt að hún fjall ekki fyrir bílnum. og ég kynntist henni í desember. Og það var reynda bílu miðstöðin í honum. Þannig að hann var mjög kaldur þessi bíl. En hann gekk eins og klukka. Já, þetta eru góða bílar. Herðu, númer 8. Ég varð afabróðir 30 ára. Ég var 30, það var ekki nóg með það, ég var að takast á það, ég var orðin 30, heldur bara að eignaðist bróður mín þannig að ég var orðin afabróður. Það er svona bara, það er eiginlega verri en að vera afi. Komdu sæll og blessaður, ég er bróðir afa þíns. Ég er 30. Afabróður? Ég er 30. Ég er bróðir afa þíns. Það er agalegt. Og hvað er hann gamall í það? Hann er hvað þá, 4 ári í dag? 5 ári í dag. Já, herðu, 9. Þegar ég prumpa, þá elskar Pétur Jóhann það. Já, þetta er endar... Pétur Jóhann elskar þegar ég prumpa. Það er eins astnalegt að vera að segja frá því og því að það er nú svona oft verið gagnrýndi fyrir prumphúmor og eitthvað svona í gegnum tíðina að þá, sko, ég elskaði ekki mikið á Pétur en maður annarkvort springur úr hlátri eða fyllist viðbjóð þegar þú hleður í eina því að þú einhvern veginn svona þetta byrjar hjá þér hægt, Jóhannes Ásbjörnsson voru með að ræða þetta daginn, þetta byrjar svona bara svona eins og bíll Þetta er svona Þetta er mjög langt í það. Já, svona. Svona prumpa ég. Skemmtilegt. Sjaldan, en stórt. Og 10, þá hérna skrifaði ég hérna, ég var líka í Sydney 2000-hópnum. Þetta kemur endum á Monti. Sydney 2000-hópnum? Já, það var landslýshópur í frjálsum sem átti að taka þátt í Ólympíuleikunum árið 2000 í Sydney. Já. Ég var þar í hópi með hérna Völu Flosa og Þóri Eddu og... Í spjótkasti væntanlega? Markus Árni og... Já, í spjóti. Varstu, verður nú alveg hreinskilin sem hérna í lokin, varstu virkilega efnilegur í spjótkasti? Ég var efnilegur. Já. Já, ég meina ég á silfurvelun á smáþjóðleikum, Ólympíuleikum smáþjóð. Jæja, ok. Þetta voru 10 hlutir sem þið vissuð ekki Sigmar Vilhjálmsson, ertu ekki annars ferskur? Jú, bara mjög fín. Nei, ekki? Á fulli, ég var að lesa það hérna í fjölmiðlum að, já, þú væri bara hættur í hamborgarfabrikunni. Já, ég las það líka í fjölmiðlum, ég var hættur í hamborgarfabrikunni. Og komin bara yfir í stórveldinu, Nei, það er ekki rétt. Nei. Það er ekki alveg svo les. Ég stýri það öllu með traustri hendi, en við erum bara svona að leika okkur með honum og bara gaman að því. Já, hann er með að leiðin til minnan Erpur á eftir og já, þeir Við erum að framleiða þátt með honum. Já. Johnny Nass, 4. Glæsilegt, þetta voru skemmtilegi hlutir sem að þið vissið ekki Sigmar Vilhjálmsson. Takk hérlega fyrir komuna sinni. Takk fyrir og þú varst að koma ekkert að segja gestastjórnandi. Ég til í það. Aðeins að leika okkur. Einhvern tímann. Ok, fáum eitthvað hressandi lag og þökkum Sigma kærlega fyrir komuna. Takk fyrir það. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur Clean & Clear í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Hvernig væri að grilla barbecue-grísarif í kvöld? Þú fær grísarif fabrikunar í Hagkaup og að sjálfsögðu barbecue-sósu fabrikunar. Aðferðina sérðu svo í grillhandbók fabrikunar sem fylgir frítt með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Pottur helgarinnar hefur sjaldan verið jafn stór. 210 milljónir. Klappaðu ketti hvað það er almennilegt. Tippaðu fyrir klukkan 13 á laugardaginn. 1x2 við tippum. Nú eru tískudagar í Smáralind. Viltu vinna dekurpakka sem inniheldur 50.000 króna gjafakort frá Smáralind, stílistaráðgjöf, klippingu og litun, förðun og tískumyndatöku? Komdu og skráðu þig. Fullt af glæsilegum aukavinningum frá verslunum í Smáralind. Sjáumst, Smáralind. Krakkukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitarnar Angry Bones og Nóra koma fram. Bjór á 450, skot á 450, Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Rökum saman milljónunum. Potturinn stefnir í 26 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Game TV er komið aftur heim og hefur göngu sína á Pop TV í kvöld. Sverrir Bergmann og Ólafur Þór Jóelsson með allt það nýjasta í tölvuleikjum og tækni. Game TV í kvöld klukkan 19:50 á Pop TV. Það er Elko sem færir þér Game TV á Pop TV. 30.000 viðskiptavinir eru í góðu stuði hjá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. FM 95 blöð. Á FM 95.
vill ekki vinna, hann vill bara drekka drikk. Ég að drekka eitt glæslega drikk hér. Já, það svart kaffi. Hann mættur hérna í stúdíóið, hann Erpur Eyvindarsson eða Blas Rocka eða Johnny Nas eða hvað sem hann kallar sig þessa dagana, hvað? Já, Young Nings eða Kínamann Knáa jafnvel. Ég orðið miklum áhrifum fyrir Kínamann Knáa og ég veit núna þetta, nú veitum bara með fullri virðingu Blöðfjess, þá þessi þáttur náttúrulega vitsmunasti ekkert svona kannski upp á marga fiska og þetta ekki Harmageddon, skilur. Þannig að ég ætla ekki að koma og tala eitthvað svaka mikilvægt, en hérna bara skemmtarnagildi. Já, en þetta líka skemmtarnagildi því að Kínamann Knái, hann að taka yfir heiminn. Og við sjáum það best náttúrulega á vinni okkar Gangnam Style. Hann kóruðum það samt. Já, þú veist, Kórea, þetta Kína. Já, ok. Já, Kínamann bara eftir að klára að ganga frá samningum og þá verður Kórea komin undir Kína. Og málega staðandinn með þetta glæslega lag að það búið að fá núna 250 miljón hits. Já, ég var með það á 2 mánuðum. Það rosalegt. Bieberinn, 700 miljón hits, hann með metið á 2 árum. Já, hann áður eftir að ná þessu. Nei. Bieber ekki veik. Kínamann Knái, þú þarf bara þegar Gangnam Style eftir í gang. Kanntu Gangnam Style dansinn? Já. Ertu komið með hann á reynd? Já, ég rúlað því, ég getur bara pikkað í mig. Ég að spila núna á Factory í kvöld. Þvílitt hip-hop fjör og eitthvað svona til styrta börnum og dýrum og eitthvað góðgera líka fjör eitthvað. Ég ekki alveg með á hreinu hvað það var en það var alltaf good shit. Og þá, ég gríp í Gangnam, sko. Ég meina, þú veist, þetta bara alls þar. Ég nýkomin á Kópavoginum, rúlaði við á Kínahúðinu. Það eðalstaður. Eðalstaður. Já, ég sammála því. Og það var ekki eins og afgreiðsla, það var bara allt staffið og þeir alveg 50 manns þannig að baksið. Það máli, Kínamann aldrei 1 eða 2 að gera eitthvað. Þeir alltaf 50 manns allavega. Já, bara í hópum. Já. Bara eins og að Wolfpack. Já, ferðast bara í hjörðum, sko. Já, ferðast í hjörðum. Og það var bara hjörða Kínamannum Knáa að dansa Gangnam Style og Kínahúðinu í Kópavogi. Og mappa þetta afgreiða sig sjálfur og þú veist. Og það svona gleði í Kínamannu sem ég kann að metta og svona hann Já, hann alltaf hress. Manstu einhvern veginn eftir ókurteisum og ræðilegum Kínamanni? Nei, ég hef bara aldrei hitt hann. Asíubúar bara upp til hópa eru virkilega hugulegt og skemmtilegt fólk. Já, bara kurteist. Kurteistlið. Við vorum að hlusta hér á Viltu Dick. Viltu Dick? Nei, ég er feskur. Minna? Já, ég minni því. En segðu okkur, Erpur, hvað varst að hugsa þegar þú semur þennan tímamóta texta? Bitch, Viltu Dick? Ég var þá að klukkan svona 5 og menn voru á NASA klukkan 5. Og þá Hefur ekki heyrt svona þættar á stöðu eða eitthvað það sem að vera að fara ofan í texta? Já, segðu okkur, Erpur, hvað ertu stattur? Söguna bakveit, Erpur Eyvindarsson. Hvað lá á þér? Bitch, Viltu Dick? Þegar þessi spurning kemur. Já. Það var bara klukkan 5 á NASA og allar píurnar voru að betla drikk og allir gaurarnir voru að bjóða upp á drikk og það rauninni ekkert meira að segja rauninni. Það var rauninni það sem að það fæðist þetta bara. Þá fæðist þetta og hlutin fæðast mjög mikið þegar maður búinn að fá sér kýl í sig. Já. Eftir 2-3 ár? Já, 2-3 ár, jafnvel 23. Já, en svona ánals gríns þegar þú ert að semja texta og lög, ertu að kýlið í drikkjum eða ertu... Já, sko, punkturinn hugmyndina verður oft til þannig. Já. En hins vegar þegar ég að klára plötu, þá ég oft edru í marga mánuði, sko, bara af því að þú veist, þá kemur að þýsku verkfræðinni, sko. Að raða niður og svona fullt klára, þú veist ekki að fá þér þá bara maður edru, ég yfirleitt edru alveg nokkra mánuði í kringum lokin aðdraðandan að útkoma á plötunum minnum, sko. Já, og einbindað þá betur að því, en kannski margar hugmyndir sem fæðast þegar þú ert hugmyndir og sögur, skilur þegar menn að skýta í sig létt, sko og eins og þú veist hérna, þú var nú skýtið í létti við og dottiðinn. Já, dottiðinn og ég samtidig að ég sjómlega þegar ég var að skýta létt. Já, einmitt, vá, hvað var verið að skýta létt þá, sko. Það var eitthvað samið á engri stund en við verum ekki að fara að ræða hér. En já, þegar þú ert að skýta létt þá svona færðu hugmyndinar og það verður oft til sögur, sko. Þegar maður er að skýta létt og þú þekkir náttúrulega vini mína og þetta er alveg gull tríni borderline þroska eftir og við erum það allir þegar menn eru komnir í Já, Björn Jörundur hitti naglan á höfuð á hann var að tala um að nú er Ný Dönsk búin að vera saman í 25 ár og honum finnst hann ekkert að breyst og talaði nú við mig líka um að við værum hálf þroska eftir. Já. Og það er ekkert vitlaust hjá honum. Nei, ég held að þú flokkist nú alveg undir þann hóp. Það var fættuð með derhúðu og einhverju leiðujakka hérna. Já, nákvæmlega. Mér finnst einhvern veginn að svona
með að við svona, hvernig þú lítur út án derhúð, þá mér finnst mér að þú ættir að vera með derhúð. Ég alltaf með. Ég vil sjá blöðvélina með kaskett eða pípuhatt. Ég sést nú ekkert oft á þess að vera með húfu. Nei, það er rárið. Ég skal lána þér húfu. Já, ég er aldrei skilið þína derhúfu menningu. Þú ert alltaf með það svo slétt derið. Já. Það er eitthvað svona rappheimurinn. Já, það er miðin á og þú veist, þetta er svona, þú veist. Limmiðin á undir, já. Já. Já, þannig að þetta er, þú veist, alltaf með hana svona eins og hún sé, þú ert bara að vera með hana nokkur sinnum, hún er fesk, sko. Þú veist hvernig það er, þegar þú varst þegar bjóst hérna fyrir stuttu síðan, þá bjóst þú ennþá á Blönduósi. Já, segðu okkur ekki. Já, þú veist, sama shit, Kórea, Kína, whatever, alltaf. Og þá, hérna, manstu þegar komið nýja gúmmítúttur í kaupfélagið. Þá varst þú bara, maður með væs, hlaupandi, opin lofa, þá var bara og náðir, þú vildi vita hann með glænýjar, feskar gúmmítúttur. Ég tók aldrei limnaðan á gúmmítúttur. Nei, þetta er það sem ég hef heyrt. Já. Og þú ert með svona, má ég lemja að tjekka? Já, ég er Já, það er limniðin ennþá á gúmmítúttunum sem það blöndar í. Gott að þið viti það, blöðvélinni í glænýjum gúmmítúttum. En við ætlum nú ekki bara að ræða við hér tónlist og derhúfur. Það er að byrja nýr þáttur. Já, heldur betur. Nú er hérna náfrændi minn, hann er fjarskildafrændi minn, hann Johnny Nas. Já, þetta er eftir góða pásu. Já, og það er búið að vera 10 ára pása. Já. Og það er búið að ganga náttúrulega eftir mér í 10 ár, allan tíma að gera meira en það var ekki núna fyrir en mér fannst einhvern veginn vera innistæða fyrir því og líka það, þetta er allt tekið erlendis. Sko. Þannig að surprise elementið þetta staðar. Þannig að Johnny Nas, hann náttúrulega... En mun þátturinn heita Johnny Nas? Johnny Nas 3. Johnny Nas 3, já. Náttúrulega fyrsta serien heitir Íslensk kjötsúpa. Íslensk kjötsúpa, setni heit Johnny International, því þá var hann eitthvað að fá létt til Danmörku, sko. En núna í nýjustu seríunni, þá er hann út allt, sko. Hann er alveg í allri Evrópu og fer létt í Asíu og hann Johnny býr náttúrulega í Ibiza. Og þar er hann kominn með sko svona, það er allir vilja svona einhvern veginn, það er allt í ganginu á Íslandi, allir vilja fá nýtt Ísland sem byggir á sömu drulli en Johnny sko, hann er með sína hugmyndir alveg með það og hann leysir öll vandamál sem að steðja að Íslandingum. Öllu sem að, hvort sem er Icesave eða til dæmis börnin, akkur ekki börnin sko, þegar Johnny fer í þetta skilur, akkur ekki börnin komin heim sko. Hann fer náttúrulega bara til Tyrklands. Menn geta séð þetta ef menn farið... Og hittir Halli Mal eða? Já. Já, ok. Hérna, Johnny fer bara sækir þessi babies. Og menn þurfa að tjekka bara á hérna, ef menn farið inn á Johnny Nas fanbookið á Facebook, þá er trailerinn þar. Hann heitir Halli Mal, What Up? Já, ok. En þetta eru nú ekki babies lengur, er þetta ekki fullorðnar stefnur? Nei, ég meina hvernig, þú veist... Fyrir Johnny þá er þetta alltaf babies maður. Hann stendur fastur í því bara. Já, en þetta, það er eitt af, ég vil ekki segja mikið, það eru margar sprengjur af það en Halli Mal er þarna og það var meira en lítið erfitt að hafa upp á. Já, ég trúi því. En það hafðist og það hafði þetta að fara langar, það voru flugferðir og lestaferðir og bílaferðir og múlastna reiðtúrar og kjafta eftir að komast á áfangastað. Við vorum komni sko í arabískasta Tyrkland sko. Ég skilji. Og sérst austasta í Tyrklandi. Já, er hann þar bara í felum? Kurta hér en, nei, hann er bálinn. Já, bara living it up. Já, hann er living it up, hann er aldrei með síðara skegg, aldrei með sniður í mussu, hann er í svona muslimamussu og bara glæsilegur. Hann er ekki til fyrsta þætti samt eða? Nei, hann er ekki, nei. Hvenær er fyrsti þáttur? Fyrsti þáttur er núna á 5. næsta, 27. september. Þetta er nákvæmlega viku? Já. Á Skjá 1? Já. Og byrjar klukkan? Sællinu... Hvað er þetta ekki átt? Er þetta ekki átt eða? Ég ætla að horfa ekkert á sjónvarp. Fólk ætla bara að komast að því... Já, það er svona þraut og það eru vinningar. Fyrir fólk sem kemst að því og lætur blöffið sig vita, þá eru glæsilega vinningar. Ég ætla að taka hérna eitt lag sem ég fíla með Jay-Z og Kanye, Why I Love You, svo ætla að henda þér hraðaspurningar. Svo er það Chubby Little Swessman og Óli í Game TV, taka þá í smá spjall og svo er líka líkansrækta frömuðurinn og rithöfundur Egill Einarsson á leiðinni. Þannig að það er hellingur að vera hér í FM 9 Blöð. En ekki bara langt eftir, það er hraðaspurningar. Ég fer ekki neitt.
tvo, Erpur. Þetta er alltaf þvílíkir fagmenn, sko. Og þessi gæjar er bara með þetta, þú veist. Jay-Z er alltaf, hann líka bara svo mikill, sko, hann svo snjall, sko, höndl þetta. Það er ekki eitthvað geðingur bak við tjöldin sem á allt konceptið. Hann bara stýrir þessu sjálfur. Já, það er einhvern veginn svo hann sé með the brains þarna í þessu pari. Alveg, sko. Kanye er einhvern veginn. Kanye er rosa mikill listamaður og ég fíla hann mjög vel líka, sko. Og Jay-Z, hann líka bara, hann er svo tæknilega góður, sko. Og svo náttúrulega, þú veist, svo á hann, sko, hann á sko ekki vindla, ég á sko vindla kassa alltaf. Þú veist, með kúbasku vindlum. Hann á sko svona vindla íbúð, það er bara og lappa bara í raka íbúð, það sem er bara kohýpa og allt. Kól Óli er smiklaði kúbanski vindlar, hann gefur ekki dikk. Þú veist, algjör fagmaður, sko. Það eru talandi fagmenn, þá ætlum ég að henda Erpi hér í, hraðaspurningar og Erpur, þú er nú komið í þætti okkur svepp áður og ætti nú að þekkja reglur. Segir bara fyrsta sem þið dettur í hug, getur ekki svara rétt og getur ekki svara vitlaust og við ætlum svona að kynnast þér aðeins betur. Ertu til í þetta? Já, let's go. Herru, svo fáum við hér Svessa og Óla Gemti og Egil Einarsson, það er allt að gerast hérna, en við skulum byrja á þessum. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Það er fucking, Requiem for a Dream, Aronofsky. Hæ? Nei, byrju á, Gremlings 3. Besta hljómsveit allra tíma? Ég, hvað er geðið ykkur það? Besti skyndibitinn? Fucking, svaraðu? Þú veist, fucking, Varst að læra orðið fucking? Hamragrill í Hamraborginni. Hvað kveikir í þér? Bara bensín eða hvað. Besta lag Rottali frá upphæði? Hí og þig. Uppáhaldsleikari? Hvað kom fyrst í huga? Stóri gæði með risa kjálkan sem leikur alltaf apa og eitthvað svona shit. Massa stór svona, þið veit alveg hvernig hann kom til Íslands líka ykkur í mynd með Baltzar Kormák and the Motherfucking... Já, Forrest Whitaker. Kynna maður knái. Ok, hefur þið lent í slagsmálum? Já. Af hverju áttu sofnaðu klukkan 10:30 síðasta laugardagskvöld? Hvaða spurningar er þetta? Af hverju þið sofnaðu? Kannski vegna þess að menn voru að fá sér löflétt allan daginn. Besta liðið í ensku. Er það ekki Liverpool? Já! Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri er þetta fyrir valinu? Sofa hjá bara, ef ég er það svo, ég sefa oft hjá dýrum, ég sefa hjá, það er hundur í göttunni minni, ég fer oft á hann. Besta nammið? Helvítis, After Eight, svona ógíslegt þund svart súkulega með eitthvað svona myndu drullinni. Fallegasta kona heims? Bara hvert einasta sigti sem ég hef beðið að frétta, skilur, það fá að eiga það, sko. Hvað tekur í backpressu? Ég tek eitthvað því líkt af mig, sko, alveg bara í pundum að kílóum. Kílóum? Ég menn taka eitthvað því líkt kjáta, þetta er ekki fleira 20-30 á þetta, hvað? Ertu sparsamur? Er ég sparsamur? Já, ég er dölur. Hver var síðasta alvöru vinnaðinn? Passa þroska eftir. Mikið reyndu á djaminu? Hvað heldur þú? Það sé ekkert að frétta þegar ég rúla inn bara. Ég rúla inn svo kýna maður knái í gangnamstæl, sko. Ok, ef þú mætir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Ég hitta þig bara. Í hvern ringir þú út búin að týna hettupeysunniðinni? Ringi í rababarinn sem er ennþá með hann á. Herru, tussu við, þetta hlusta, nú er komið með þess að hettupeysu. Þorkell Máni vildi meina að þú ringdir í hann á nóttinni, svo er það næsta. Hringdi hann út af hettupeysunni líka? Já. Þetta er í fínna vangi. Hvenær fórstu síðast í jakkaföt? Annarkost þegar ég fór senast fyrir rétt, eða þegar ég fór senast með herraklubbu Fancy. Herraklubburinn Fancy, þá er menn í jakkafötum. Hver er besti rappari heims fyrir utan sjálf og þeim? Ég bara aftur. Ok, hefur æft íþróttir? Já, þið sund með Breiðablik. Já. Sund með Breiðablik. Og siglingar með Kópi, siglingarfélaginu Kópur. Já, veist, ég var að gefa það. Þú svaraði það sem þér datt í hug. Það var ýmislegt áhugavert þarna. Þú veist, ég var að reyna, ég var rosalega erfitt með að vera fyndur til pressu. Já, það er líka. Þannig að ég var svona, Ég heyri líka að þú bölvar þegar þú ert stressaður. Já, ég brjála. Þú hendur í nokkur bölv þarna. Það var ekkert erfitt, sko. Það er ekkert pressu, hvað er eitthvað geðvig, hvað er ég að segja? Ég er aldrei undir pressu, sko. Erpur, sannur heiður að fá þig. Ég hvet alla til þess að tjekka á Johnny Nas næsta 5. dag á Skjá 1. Versta er að stjarnan í þáttunum veit ekki klukkan hvað hann byrjar, þannig að ég get ekki auglýst það fyrir sjónvarpsstöðina. En það er út að borða á kínóhónu fyrir 2, fyrir þá sem að getur haft upp og látið blöðvélina vita því. Og eins og segi, Johnny Nas, all in, það er von á nýju lagi, það eru svona 3 vikur í Glænit Live sem hefur verið vanskapað gott og eins og ég segi, við verðum í bænum í kvöld, þannig að sigtin með að vita því að Kínamann Knáan fer á þig. Nings er í húsinu, sællinni. Sæll vinur, við ætlum að fá hér örstuð skilabóð, svo er það strákandur úr Game TV og rithöfundurinn og líkamsræktarfröðumurinn Egil Einarsson ætlar að koma í viðtal sem gjörsamlega hann sjálfur.
Alþingi hóf störf þriðjudaginn 11. september og Spaugstofan snýr aftur laugardag 22. september. Tryggður áskrift Stöð 2. Skemmtilegri. Bye. Það SS sem færir þér Spaugstofuna á Stöð 2. Með ljósnetinu færðu öfluga tengingu fyrir öll nettengdu tækin á heimilinu. Ljósnet Símans. Kraftmeiri tenging fyrir íslenskar fjölskyldur. Það stefnir í svaðalegan pott helgina. 210 milljónir króna. Þú vilt ekki missa þessu. Tippaðu fyrir klukkan 13 á laugardaginn. 1x2 við tippum. Oktoberfest hefst á English Pub í Hafnarfirði 5. 20. september klukkan 21. Þröstur og Heiður úr Botnleðu haldur upp stöðunum frameftir. Lúðrasveit leikur þýsk lög. Grillaðar bratwurstpylsur í boði og Egils gull á tilboði. English Pub, Hafnarfirði. Á Dominos.is getur þú fylgst með pítsunni þinni og séð nákvæmlega hvar hún stödd í rauntíma. Þetta köllum við pizzavaktina. Pantað á Dominos.is. Ekki missa Jack & Jones bóla tilboðinu. Stykkið á 2,990 og 1000 kall fyrir stykki nr. 2. Jack & Jones Smáralind og Kringlunni. Nú eitthvað að gerast. Það risapottur í enska boltanum helgina. Heilar 210 milljónir. Spennt á þig beltin og vertu með. 1x2 við tippum. Sofðu betur. Komdu í Dorma. Shape heilsudínurnar laga sig fullkomlega að líkama þínum. Dorma hoppakörnum. Taktu þátt í Dans, dans, dans á RÚV. Findu Dans, dans, dans á Facebook og skráðu þig til leiks. Vertu með í dansi. Þú ert óviss, þá eru aðrir það líka. Spurðu, áttaðu þig og taktu slaginn ef á þér brotur. ASIung.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 95. Það hárrétt til að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Ég hef alltaf við, það svo mikill gestagangur hérna. Erpur Eymundarsson nýfarinn, Björn Jörund líka, Sigmar Viljánsson styttist í Gilsinegger, eins og hann kallar sig oft. Hann reyndar með mér í 2 tíma á morgun. En hingað eru komnir 2 góðu vinir minnir. Þeir stjórna Game TV. Það eru Óli og Sverrir, verið velkomnir. Takk fyrir það, vinur. Takk fyrir það. Þeir eru svona elstu tölvulúða landsins, ef að þannig má orðið komast ekki. Já, svona, kannski opinberu, ekki? Já, það eru nú menn á öllum aldrei ekki ennþá að spila tölvuleiki. Já, það eru menn á allt í 70 að spila tölvuleiki, held ég. Með öllum aldrei. Það er allir bara að spila. Já, ég meina menn, þetta átt í Kabal í tölvunni, það er tölvuleikur. Það er reynda rétt hjá þér. En það sem ég er ánægðastu með, af öllum, er að Game TV er að fara að hefja göngu sín aftur í kvöld. Ég er nú ekki mikill tölvumaður eða tölvuleikjamaður, en það sem ég fíla í tætlur er að þeir að koma aftur heim á potti. Það er rétt. Ég veit það. Það hlauta enda þannig. Já, við erum konið ringið. Já, það byrjaði þetta. Já, enda er helmingurinn á nafninu í stöðinni. Já, Pop TV, Game TV. Og við erum að byrja þær í kvöld, 10:08. Já, það er líka þægilegt að fá svona menn sem að vita klukkan hvað þátturinn er að byrja. Já. Svo Erpur, hann var hérna aðan og ég spurði hann hvernig þátturinn myndi byrja. Hann hafði ekki hugmynd um það. En það er 10:08 í kvöld. Já. Og verður þetta svona á svipuðum nótum og þetta búið að vera? Já, þetta er bara saman sér. Smá nýtt útlit, en við, árinu eldri, eða eitthvað. Hvað er þátturinn búin að vera lengi? Þetta er 11. árið sem við erum að detta á. Ég er búin að vera í 8 ára eða eitthvað, Óli 11. Já, þú varst alltaf bara 1 fyrst, Óli, eða? Já, ég var alltaf 1 fyrst. Það var ekki fallegt, sko. Það var ekki það gaman? Nei, þú veist, ekki nóg með að vera 1 heldur. Ég var líka svo stressaður og mér langaði bara, ég bað Guðum að fá að deyja á hverju mótni bara. Þetta var alveg ömurlegt að mæta. Bara fyrir frá myndavél, þetta var alveg erfitt. Þannig að þetta var útkoman var ekki góð, sko. Ég ætla að vona að þetta sé eitthvað bara, það er brunnið. Þetta er góð hugmynd að spila í ykkur afmæliðinu, fyrstu þættina en af Game TV. Ég hef nú séð ykkur brota þessu, þetta er alveg geðveikt, sko. Þið að spila þetta í þættinu? Áttu að spila þetta ekki einhverju þættinu? Já, það er að gera þetta. Nú hefur við leiðið fyrir því, sko, við náttúrulega gátum ekki að fá efni frá 365 þegar við vorum á Skjá einum? Já, hinum aðeins. Já, ég minna þeim ég alveg segja, Skjá einn. Nei, ég tala ekki, segi ekki það langt upp átt, sko. Er það the dark side? You come over to the dark side. Það er eitt sem er ekki allir vita, Sverrir, að þú ert góð eftirherma. Og að því ég var að tala the dark side. Geðu okkur smá Jóta. Ég er ekki góð eftirherma. Taktu fyrir okkur Jóta að Game TV sé að byrja í kvöld. Hvernig myndi hann segja það?
Bíddu, ég að hugsa þetta. Það er svo erfitt að tala í, þú veist að hérna... Hann flokkar orð, hann setur orðin. Game TV tonight it will. See it, I must. See it, I must. Ég ekki alveg að góður í Jóta. 10 mínútur í 8 í kvöld. Og eru nýju liðir? Eitthvað nýtt sem að að koma? Ég tók náttúrulega þetta í Grand Theft Auto hjá okkur. Já, við erum að fara að reynda, við ætlum að gjössalega ræna einum lið frá hérna gæðanum í Top Gear. Það er komin risastór ykkur bílakassi upp í skemmtigarði og við ætlum að láta fólk taka spinnið þar. Það kannski við skorum á þig að mæti ég tátt og alltaf til. Á hvaða tíma þú nærð. Ég er alltaf til og það er líka, veistu það, þegar þú ert búin að vera í sjónvarpi í 11 ár eins og þið með þennan þátt, þá er ekki annað hægt en að vera að stela af öðrum. Þegar það kemur, ég þekki þetta sjálfur, það kemur alltaf einhver ferskar og betri. Rænið að þeim. Við ætlum bara að gera það. Við ætlum ekki að reyna að fela heldur, við ætlum bara að hafa þetta alveg nákvæmlega. Gerið þetta. Ég hvet alltaf til þess að kíkja á Pop TV í kvöld klukkan 10:08. Þar verða þessi snillingar að, segja okkur frá öllu því nýjasta í tölvuleikjum. Ég og Egill, ég ætla að taka viðtal hér við Egil Einarsson, líkamsræktarfrömuð og rithöfund hér eftir örskamma stund. Ásamt því að við ætlum að draga út í Betsson-leiknum. Ég er að fara að hringja einhvern heppinn vinningshafa sem er á leiðinni að sjá Gunnar Nelson helgina. Það verður áhugavert, fáum fyrst hér upp á slagi hans Óla. Það er Shakira Hips Don't Lie. Alltaf eru mikill aðdáðandi hann Óli. Óli, þú ert búinn að fara á einhverja þrennan tónleika? Já, þetta byrjaði mjög snemma sko. Þetta fyrst með einn alveg frá. Shakira hér í FM 95 Blö. Klukkan er 10 mínútur í 6 á þessum 50 degi. Þetta er búið að vera með skemmtilegri þáttum, fyrir mig allavega í langan tíma. Búið mikill gestagangur, Björn Jörundur, Erpur Eyvindarsson, Sindri úr Ísland í dag, Sigmar Vilhjálmsson, Sverrir Bergmann og Óli og Game TV og hingað er mættur núna Egill Einarsson, líkamsræktarfrömuður og rithöfundur, ekki satt? Sæll og blessaður. Hvernig hefur þú það? Ég hef aldrei verið betri. Nei, þú ert titlaður sem rithöfundur, ekki satt? Jó, ég er titlaður. Já. Ég er rithöfundur, sko. Já, þú ert rithöfundur. Ég hef út 4 bækur, kallið minn. Já. 4. En nú veit ég að það eru margir að spyrja sig, er ný bók á leiðinni frá rithöfundur Magli Einarssoni? Já, það mun 100% koma út fleiri bækur, ég get lofa því. Því að meðan mér finnst gaman að titla með baka ritvélina. Já. Hvað? Þú ert ekki baka ritvél? Jó, ég er með svona hérna... Já, tekur þetta old school. Mættu þetta Jessica Fletcher ritvélinni sem hérna kemur hérna ping, 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 sem færur drastlið. Í Murders í Road? Já, ég er með þannig. Já, ok. Og hérna, það sem ég geri, ég dreg upp gluggan heima í Baugakornum sem er gullfallegt útsýni og hérna kveiki á Tunnel Trans sem er svona trans-techno-geðviki. Í, maður. Okkur, Ég er á sér nýju kynslu á rithöfundu, ég er ekki með kaffibotla og trefil, sko. Nei, þannig að þú ert bara heima hér upp í Baugakór með transtónlist í gangi og... Já, og þannig kemur, þannig ég er að fara, auðvitað er ég að fara að henda út fleiri bókum, ég er bara búið með 4. Já. Ég ætla allavega að hjóst út svona 30. Ok. Ég meni, ég er bara 20 og ég er mjög ungur með að vera rithöfund, sko. Þú tala nóttu sjálf að þetta verða fertur, ekki 20. Það fyrsta bóki, Biblía fallega fólksins, var svona 2006, sko, hún var grjótörð. Ég þekki gaurinn sem keypti hana, gaman að segja frá því. Þá var ég ekki orðinn metsölurrithöfundur, sko. Nei, en þú ert það náttúrulega í dag. Já, í dag. Já. En líkamsræktarfrömuðurinn Egill Einarsson, hvað er að frétta á honum? Það eru bara allt indislegt. Ég er bara að koma fólk í form, það er bara einu sem ég geri. Já, þú ert að þjálfa á Milljón? Já, ég er bara í sporthúsinu. Já, veistu að máli er ekkert líf, ekki neitt. Ég ætla að fá þig hérna, Egill, af því að þú ert náttúrulega með mér á morgun, 2 hardir. 2 hard? Já, 2 hard. Og af því að, sko, ég held ég yrði vesinni í dag með fólk, en svo voru svo rosalega gestangur. Og bókaði með 17:30 og ég braut öll umferðarlög í bókinu á leiðinni og ég veist vel þau eru brjálaðurna. Ég sagði 17:30! Já, en síðan kem ég hérna og ég er búinn að bora í nefið það með núna í 20 mínútur. Já, það sem að hugmyndin mín var að taka viðtal við þig sem bara eins og ég þekkti þig ekki. Það er bara ekki hægt. Nei, ég er að fatta það bara núna. Ég get ekki spjalla við þig sem bara, já, þú ert að þjálfa fólk í sporthúsinu eða ekki? Það gengur vel. Já, þú veit að æfa með mér þar, you piece of shit. Það er að koma ykkur annar hann inn og taka viðtali gilsarana, sko. Já. Nei, við erum bara léttir. Síðan á morgun, hörðu, þú ert að segja mér á hann, frábæra fréttir. Á morgun, við getum tísa, erum við að fara hérna að keppi í góðulaga keppninni. Já, þetta sko málið er, allt sem við Hjörvar gerum, þú verður mjög spenntur fyrir því. Og þú vildir koma inn að, ertu búin að ákveða eitthvað lag? Já, ég er búin að vera í allan dag að pæla í þessu. Hvaða lag? Ég hef aldrei eitt heilum degi að pæla einu mikið á þessu. Ég er búin að vera á YouTube í allan dag. Ég held í sem að finna lag og bara, nei, þetta, síðan bara, fuck,
Þetta er ekki nógu gott. Þetta. Ég er með 10 lög sem ég bara komið í úrslit, sko. Ef ég tapa fyrir þér... Út með 100% af það. Ef ég tapa fyrir þér í flottulegakeppninni, að þá missi ég ekki bara trú á hlustendum mínum, heldur mannkynnu, því að þú ert með lélegasta tónlistarsmæk sem bara fyrir finnst. Það mun komið ljós, Óðinn. Það mun komið ljós. Ég er að segja þér, ég er svo að fara að pakka þér saman á morgun. Ég get bara spurt þig núna, hvaða skúturlag ætlar að taka? Ég get sagt það vissulega er skúturlag í topp 5. En það er ekki 100% takið það. Ekki 100%. Þannig að ég er eiginlega líklegri takið eitt annað. En ég er ekki bara ákveða, ég ætla að pæla mér í þessu. Já, við draugum líka í Betsson-leiknum á morgun og það gæti verið, sko, ég er ekki alveg búin að fá það í gegn. Við ringjum í fólk á morgun sem hefur skráð sig að læka Facebook-síðuna hjá Betsson. Og það er að ringir í handahófi bara. Handahófi, já, og það er sem sagt fólk sem hefur lækað síðan inn á Facebook. Og ef enginn svarar af þeim 5 sem við draugum út á morgun, þá getur verið að þú fái pakkan, þannig að þetta getur verið spenna. Já, betur, ekki ef enginn svarar. Já, af þessum 5. Þá get ég sippað mér út. Já, því líka veistla. Ég er vilja vona að svara enginn. En máli það mun alltaf einhver svara. Ég er ekki það heppinn. Jó, þú átt hann alveg til að vera heppinn. En Rikki G mættur hitt í stúdíu. Hann er að fara að taka við af FM 95 blöð. Ertu hann, Rikki? Já, ég er hérna. Sæll, Rikki. Sælliti. Verðum við ekki að splæsa lag fyrir Rikka á morgun? Já. Við erum að búa til eitthvað nýtt og fallegt hann. Við vorum svolítið leiðilegir hann síðast. Það, fannst það? Já. Ég er líka búin að missa 2,5 kíló eftir það. Sko, við erum að gera góðverk. Það er líka alltaf... Það reyfa sér 2,5 kíló. Það er allt annað að sjá þér ekki, án gríns. Já. Nú lítur ekkert smá vel út núna. Sérðu þið? Hann var að hrósa. Það er alveg lágmark að horfa á mann, ekki vera á Facebook og segja þetta um hann. Ég var að hrósa þér. Hann var grafinn í tölvuskjáðan, lítur rosalega vel á þetta. En hérna, ég var að hrósa Agli, hann er að leggja metna í þessa flottulegakeppni. Við vorum semst á fundi í morgun, eigandi sporthúsins á skrifstofu við hliðina á honum. Og það heyrist þú eitthvað 90s og svo segja hann, býtu, hver er að koma út úr skápnum minna? Ég er búinn að vera í allan dag. Þú ert búinn að vera í allan dag? Ég er ekki að ljúga. Hann er ekkert að ljúga því, sko. Það var fínt að hafa eiginlega til að tísa þáttinn okkar á morgun, stilliðin klukkan 4, það verða 2 harðir mættir hérna. Takið vel á móti Rikka, hann er að fara að sjá vaktina hvað til 9 kvöld. Yes sir. Nei, bara 8, íslenski listin. Íslenski listin. Rikki verður með ykkur til 8. Ég þakka öllum gestum mínum í dag kærlega fyrir komuna, það eru það margir að ég nenni ekki að telja það upp. Ekkert lag á leiðinni heim að þessu sinni, en ég verður með rándýrt á morgun. Endum þetta bara á barnastjörnunni Justin Bieber. Eigið gott 50-dagskvöld, kæru hlustendur, og takk fyrir að hlusta í dag. Hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous.